Hann komið til okkar Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans. Komdu sæll og góðan dag. Já, þakka þér og ykkur og góðan dag. Þessi fundur í fjárlaganefnd, og kannski ef ég fer rétt með, þú talaðir minnst okkur í þá áttina að það var engu líkar en að þeir sem þar sætu, sem fóru fyrir nefndinni, áttuðu sig ekki á hlutverki spítalans og mikilvægi hans. Já, það má kannski segja að framkoma forystu fjárlaganefndar, hún var vissulega vonbrigði, en fyrst og fremst skilningsleysið á þörfum spítalans. Þetta viðþorf það verið búið að setja svo mikið í spítalinni 2 ár og við ættum bara að vera ánægð með það og vera ekki að væla. Var það sagt berum orðum þannig? Já, nokkurn veginn, já. En þetta snýst bara ekki ánægju. Þetta ekki mál á þeim persónulega level. Þetta snýst ekki heldur sálarlíf eða líðan Vigdísar Hauksdóttur, eða mína, eða nokkurs annars. Þetta snýst miklu stærri hlut sem hagur þjóðarsjúkrahússins. Sem þjóðin segir, og skýrt segir að hún vilji fá í forgang. Það fer ekki milli mála. Nei. Og það náttúrulega, það bara rétt að halda til haga þetta, og ég hef aldrei gert annað. Á þessu ári og því síðasta, þá eru stjórnvöld að setja töluvert fé í Landspítalann. Og það hefur nýst mjög vel, enda sjúkrahúsið vant því að nýta vel fé, eins og sést á því að við erum 58% ódýrari en sambærileg sjúkrahús, háskólasjúkrahús í Svíþjóð. Við höfum keypt tæki að kaupa áætlun, við höfum sett í rekstur sem hefur breytt miklu. Þannig að vera að setja fyrir nýjan Landspítala, þannig að við erum á miklu betri stað en í lok kreppunar. En málið bara það þarf meira til að vega upp á móti áratuga langri undirfjármögnun. Okkar tölur, og alþjóðlega tölur styðja það, sýna að við verjum miklu lægra hlutfalli af landsframleiðslu í heilbrigðisþjónustu heldur en nágrannalöndin. Og það versta, við erum að verja minna fé árið 2013 í að byggja upp innviði heilbrigðisþjónustunnar, húsnæði, rafræn kerfi, viðhald, heldur en öll önnur OECD-lönd, með að segja Grikkland í meiri kreppu, að Mexíkó undanskildu. Hvað þurfum að fara langt aftur í tíma til þess að bara, hvenær byrjar þessi niðurskurður til spítalans? Hann hefur allavega staðið alla þessa öld. Meira lengra aftur hef ég ekki, en maður sér það náttúrulega á húsum Landspítalans. Það eiginlega ekkert byggt síðustu 25 árin, en það var töluvert byggt hérna á árunum 60-70, þannig að í þá daga var nú náttúrulega töluvert sett. En málið það, stjórnvöld áttu sig alveg á þessu. Þau lýstu því yfir á samt læknafélögunum í janúar í yfirlýsingu sem var nú í mörgum liðum, að það ætti að stefna að því að við næðum meðaltali Norðurlanda í hlutfallinu tekna til heilbrigðisþjónustu. Og þá náttúrulega það mjög mikill munur. Alltaf góða sem vera stefnað í heilsugæslunni, hjúkrun aldraðra, biðlistum, nýjan Landspítala og vera að setja í. Allt skiptir þetta gífurlegu máli en kostar mjög mikið og þess vegna þurfum við að vinna saman í rauninni. Þetta ekki hluti sem verða bættir á 1 eða 2 árum. Það þarf að auka fjármögnun til langtíma og það vandinn. Það gengur ekki að Landspítala ár eftir ár, þegar öll önnur ráð hafa verið reynd, fari hér bónavegin með betlistaf í hendi þegar fjárlögin að klárast til þess að fá fjall að reka grunn heilbrigðisþjónustu. Já, við langar aðeins að fara aftur tilbaka upp á orðaðina, framkoma forystu fjárlaganefndar. Mig langar að heyra lýsingu þína á henni. Já, ég sé sjálfur sér enga sérstaka ástæðu til að vera að rekja það. Ég bara segi það að þetta framkoma sem að ég myndi ekki vilja sína, en ég ætla ekki að fara út í það vegna þess að ég vil taka þetta upp af þeim persónulega level. Þetta snýst prinsip og þessi umræða á að snúast þarfir. Við komum fram með gögn og tölur og þá vil ég bara fá eitthvað á móti ef að fólk þykist hafa það til að afsanna þá fullyrðingu okkar sem rétt að það vanti ennþá töluvert upp á. Og ef við eigum, það bara skýrt, Landspítalinn hefur skýrt hlutverk, sem lögum heilbrigðisþjónustu frá 2007, það heilt kafli Landspítalann og 6 liða númerað lýsing á því hvert hlutverk sjúkrahússins á að vera. Það kostar bara ákveð að reka þá þjónustu og við vitum alveg hvað það kostar. Páll, var það sýnt ókurteisi? Já, ég hugsa nú að amma mín hefði kallað þetta það. Við, kjósendur í þessu landi, við eigum heimtinga á að vita það, ef að þingmennirnir okkar sýna fólki eins og þér, embættismönnum sem koma sérstaklega á fund, ókurteisi. Ég tel það að vera, en ég er ekkert endilega að segja það að þú að básuna þáttum öllu, ég skila þið þátt í viðkvæmri stöðu. En leið og þér sýnt ókurteisi, þá þið sýnt skilningsleysi eða minnst okkur í málum spítalans segiru. Algjört. Já, það voru þar sem vonbrigðin voru. Og það bara, ég hef sagt þetta oft, og það eins og ég var að rekja, það langtíma vöndun. Við sjáum þetta í viðhaldinu. Við erum að fá allt og lítið fé, ég halda því við. Og bara á sama hátt eins og með lækningatækin sem að það sem vantaði mikið. Nú er að ljúka bráðum 4 ára áætlun til að bæta lækningatæki og það hefur bara snúið við blaðinu. Það þarf það sama varandi viðhald. Nú þegar starfsfólk spítalans að hrekjast stundum á milli húsa vegna raka og miklu.
Þetta eitt, annað fjármögnunin og þar ég að tala sko við verðum að gera ráð fyrir því að það að breytast aldurssamsetning þjóðarinnar. Frá 2008 hefur höfuðborgarbúum fjölgað 4,1% en eldri en 80 ára næstu í 20%. Þannig að þetta okkar kunnar og bara séu þau velkomnir en það þarf að gera ráð fyrir því. Þannig að það vantar að minnst milljarð á ári sem óbreyttu annars alltaf hagræðingarkrafa á móti öll öðru sem við fáum. Það vissulega verið og upp í áformum það að reyna að bæta módelið sem að við fáum greitt eftir, þannig að við fáum greitt fyrir framleiðslu, fyrir það sem við gerum, en það hjálpar okkur ekki árinu 2016. Já. Og svo náttúrulega launabæturnar alveg sérmál. Þá veltum að því fyrir sér, og segja milljarð á ári sem vantar upp á. Bara í það sem... Að reka spítalann eins og hún í dag. Já, á þess að bæta við nýjum hlutum. Og nú byrjað að tala að byggja nýjan. Og við erum í raun og veru lögð á stað og kaupa ný tæki. Við erum ekkert að fara þangað ef þetta gengur ekki einu sinni upp. Já, við getum svo sem farið þangað en það sem ég bendi á það að það vantar samt sem að það áhætta eins að viðhaldið þannig á húsnæði að það getur verið heilsuspillandi. Það áhætta vegna þess að það erokkur erfitt að þurfa að halda áfram að sinna öllu sem við erum að sinna núna ef ekki gert ráð fyrir því að við fáum ekki fé. En við verðum náttúrulega að fara í nýjan spítala. Og málið það eins og ég var rekja undan, það áratugalöng undir fjármögnun og það þarf það þarf átaka ekki bara á Landspítalanum, það þarf í heilsugæslunni, í hjúkrun aldraðra og svo framvegis og það verið að vinna í þessu öllu, en það þarf meira til og það gengur ekki að það sé, sko við þurfum að rífa peningan undan blóðu og nöglunum á fólki og síðan byrja aftur sama leikinn næsta ár. En segjum sem svo að þú væri komin bara með nýjan spítalan núna, búið að byggja hann, öll tækin komin inn, dýrara rekan eða ódýrara rekan? Það ódýrara rekan og það miklu ódýrara rekan, það munar 2,5–3 milljörðum á ári og að auki inn í fénu sem gert ráð fyrir til nýs Landspítala það byrja 11 milljarðar á verðlagi held í 2012 eða 2013 sem eiga farið það að endurnýja eldra húsnæði á Hringbraut og það náttúrulega, en við getum ekki beðið með allan þann pening, þann tíma. Þannig að, þú veist, ég tek ekki þátt í pólitísku leikjum, ég kalla bara haka og skóplu. Og þetta staðreyndir málsins og við þurfum ákveðið fé, við förum vel með það, við spörum, við erum á kafi í svona lean management og öllu þessu dóti og höfum svo sannarlega eftir hruni eins og sást nú, tekið spítala niður. En nú þarf að gefa inn og það ekki eitthvað sem gert í 1 eða 2 ár, það langtíma átak sem tekur áratugi og það bara þannig að ég meina það mjög dýrt að reka öflugt heilbrigðiskerfi eins og við höfum með svona sérhæft sjúkrahús sem hornstein en það hafa ekki eflaust helmingu þjóðajarðar hefur ekki efna á því eða tímir því ekki en við höfum efna á því og við tímum því og við eigum að gera það. Já, nú er verið að efla heilsugæsluna Vigdís komið mitt inn á það helgina í fréttum og það kannski að létta álagið á Landspítalanum, sér þú það gera það? Já, ég held að ef að vel tekst til og hægt að byggja upp heilsugæsluna eins og ráðherra hefur valið að gera núna og ekki síður að bæta heimahjúkrun og hjúkrun aldrara sem oft sitja fastir hjá okkur þegar í rauninni það langt best fyrir þeirra heilsu og velíðan að komast áfram og út á spítalanum. Ef að þetta gengur eftir að þá mun það náttúrulega létta á okkur en það mun ekki gera það í þeim mæli á árinu 2016 að það breyti öllu fyrir okkur. Þá þú ekki þann pening á 2016 sem að þú sett ekki búin að gefast upp. Hvernig lítur þá málið út í lok ársins 2016 þegar þú ekki fengið svona þart? Já, þá náttúrulega verður viðhald að bíða. Það bara þannig, það býður en það samt skylda okkar það eru lög hlutverk Landspítalans og við erum ekki að taka niður grundvallarþjónustu við sjúklinga landsins við þjóðina því að hlutverki mjög skýrt og sparnar upp á fleiri prósentur samræmist ekki því hlutverki á þeim stað sem við erum núna, það sem að í rauninni það enga þjónustu að finna hjá okkur sem ekki bara nauðsynleg. En samkvæmt lögum þá ber spítalanum að gera þetta og gera hitt og til þess að gera þetta og hitt þarftu peninga. Já, þar á milli getur verið spenna og besta leiðin til að halda fjárlög náttúrulega þau séu raunhæf. Fólk á Landspítala veit alveg hvað þarf til og það vonbrigði að ef að því mætt með tortryggni þótt að allur alþjóðlegur samanburður styðji okkar málflutning. Já, hefur fjárlaganefnd komið sérstaklega í heimsókn á spítalann og kynnt sér reksturinn og labbaðum spítalann og Ég man nú ekki til þess að fjárlaganefndin sem slík hafi gert það en ég held nú að meira og minna allir þingmenn sem að í nefndinni hafi nú komið þangað og einn var nú heilbrigðisráðherra fyrir ekki mjög löngu síðan. Og hafði hann ekki skilning á þessu sem þú varst að leggja fyrir? Mér fannst það ekki, nei. Kom það þér óvart? Já.
Já, Páll, svona kannski að lokum vegna þess að þegar maður ræðir þessi mál við fólk út í bæ þá skilja menn ekki hvernig Páll getur bara reynilega starfað undir þessum kringustafum misseri eftir misseri. Hvernig horfir þú á það sjálfur? Hvernig líður í þessu? Já, þetta er náttúrulega oft átök en ég líti á þetta til lengri tíma og það er leiðin til að takast á þetta. Þegar ég horfir tilbaka 2 ár og sé hvert við höfum komist og þegar ég horfa á plönu sem framundan er og sé hvert við erum að stefna að þá sé ég að við erum á réttri leið en það þarf bara samstilltara átak til að við komumst þangað. Já, Páll Matthíasson, forstjóri Landsspítalans. Takk kærlega fyrir komuna og gangið vel.